Já, við ætlum næst að fjalla heilbrigðismál, long COVID. Líklegt að þið öll þarna úti þekkið einhvern sem hefur fengið COVID með þeim hætti að það ólíkt okkur hinum sem að vorum lasin kannski 5 eða 7 daga þá hafi það svona haft verulega hamlandi áhrif á heilsuna. Og eitt skólabróðir minn úr menntaskólanum á Akureyri ætlar hér að segja sögu sína. Gunnar Svanbergsson, vertu velkominn til okkar að rauða borðinu. Þakka þér, Björn. Gott að sög. Já, sömuleiðis. Þú fæðist í Ólafsfirði eða elst upp í Ólafsfirði, fæddur 1965. Við urðum samferða í menntaskólanum á Akureyri og ég man alltaf eftir þér sem svona íþróttaálfinum. Þú varst maður sem að lifðir að miða við mig að minnstu kosti heilsusamlegu lífi og ferð í lærir sjúkra þjálfaran sem nú alltaf til marks svona ákveðnar áherslur, getur maður sagt, útvistamaður veit ég og svona, já, íþróttálfur. Segðu okkur hvað gerist svo? Hvað gerist svo? Já. Og þá ertu að tala náttúrulega þessi skemmtilegu veikindi, vírusárásirnar. Já. Ég veikist og fjölskylda mín veikist jól 2020. Þetta bara örfáir mánuðir áður en að byrja að sprauta fyrir þessu og við verðum nú svona, ég verð nú að segja, þetta var leiðin influensa að mörgu leyti, einu leyti aðalega. Það það að henni fylgdi eitthvað sem ég hef aldrei upplifað áður og við, kona mín vorum alveg sammála það. Ótrúlegt máttleysi. Það var bara svona, það var erfitt að lyfta höndum og maður einhvern veginn svona dróst svolítið bara svona Það var svolítið skrítið, hvað maður var svona máttlaus. Ég svona astma-pési og hef alltaf verið. Bara haldið því niðri og þetta hefur bara verið kallaður áreynslasmi, ég haldið því bara niðri með einu pústi á dag og svo allt í góðu. En þarna gerist að ég fæ lúnabólgu upp úr þessu, það lokast þarna onni mér sem gerir stundum maður fær flensu og er með svona þrengingar í barka eins og astmin er. Já. Og þannig að ég er bara hundslappur eftir þetta líka. Það er einhvern veginn stíga upp úr þessu strákanni bara tiltölulega vel. Solla frekar svona slöpp með við venjulegar flensur, þetta var svona óeðlilegt þannig. Konaðinn? Já. En ég var ennþá bara hundslappur og fer upp yfir í þessa móttöku sem var sett þarna á Landspítalanum sem var nú utanfyrir sig merkilegt. Ég fikk að fara þarna í einhverja gáma og sjá þetta var svona svolítið eins og kom inn á Þjóðminjasafnið. Það var búið að rífa þarna fram gömlu röntgenmyndatækin og alls konar og ég fikk mér að fara í eitt svoleiðis. Mikill hávaði og læti og þá kemur í ljós að ég er sem sagt með í hægra lunganu og svo á bara að vera einhver eftirfylgni sem var svo sem engin eftirfylgni því að þetta var náttúrulega bara svona vesen í gangi. Það fór einhvern veginn bara allt á hvolf á þessum tíma. Þannig að þegar það er svona vel liðið á sumarið og ég er ennþá bara hundslappur og eins og við búum í húsi upp á 3. og 4. hæð þar sem ég hef nú yfirleitt annarkvort hlaupið upp stigann eða upp á öðru fæti eða bara gert eitthvað svona bara þegar mér liggur brá í lífinu. Að til dæmis þannig fyrst á eftir ég gat ekki eins og labba þangað upp í einni bunu ég var bara að hvíla mig. Þannig að ég þurfti bara að stoppa fyrir framan en ágrunanum og bíða þess maður stund bara svo ég kæmist bara upp. En hafðirðu náð að sinna vinnunni? Já, ég fór í vinnuna einhvern veginn og það sama bara var eins og bara þegar maður var veikur einhvern veginn svitnaði rosalega slappur einhvern veginn og svona dróst áfram en maður var bara svo vissum og svona líka því að það vissi engin neitt í sambandi við þennan vírus allavega
og þá hélt maður bara einhvern veginn þetta bara leiðin í burtu og eitthvað svona þannig að það var svo þarna hausti þá hafði ég samband við þekkti þann sem var yfir lúnadeildin í Landspítalanum Ólafur Baldursson, góður drengur og ég sagði bara við hann að þetta ekki til lagi þetta eitthvað mjög skrítið sko, ég svo langt frá því að virka og hann skoðaði mig allan og þá kemur í ljós að það eru komnir einhverju blettir í hitlunga líka og af því að þetta búið að vera svona langur tími þá sagði hann bara við erum ekki að taka sénsinn á að lungnavefurinn bregðist bara þannig við, skilur að það er svo mikil hætta að hann stífni bara allur upp og þá eins og í króniskum lungnasjúkdómum þá hefur það bara ekki þann í lungnavefnum lengur þannig að við verðum bara að losna við þetta og lagði til bara að ég færi á svona sterameðferð það sem er rosa háir skammtar af sterum og svo er það svona lækka niður í róleitum á svona 3 mánuðum cirka, bara til þess að reyna bara ráðast á þetta. Er þarna enn ekki vaknaður neitt grunur að þetta kunna vera tengt COVID? Jú, í rauninni sko, en kannski ekki mikið meira heldur en sko einhvern veginn af því að þetta komst í lungun að þá var það eiginlega bara málið, þá hlyti það að vera sem var náttúrulega bara mjög eðlilegt á þessum tíma af því að þú fær ekki súrefnisupptöku skilur ég meina þú veist þá getur hvað sem er ekki neitt þannig að ég verð bara glaður og fer í þetta sem var náttúrulega mjög merkilegt að vera á svona háum hann vildi mér sér setjum á ennþá hærri skammta en ég sagði nú að þú veist að ég er ekki eins og 80 kíló sko þú veist, þú fer ekki að setja mig á einhverja ég ætla ekki að fara að taka einhver sko 10 gramma af ég sef ekki en allavega ég fór á þetta og þetta trimmaðist niður og nýjar myndir síðan eftir jól leiddu bara í ljós að allir blettir í lungunum voru farnir öll próf komum bara miklu betur út og ég virtist bara hafa fínt þann sko í lungunum sko almenn líðan mín breytist eins og ekki neitt þannig að það var eiginlega þá sem að hann sagði bara svona, ég menna þetta var hvað sem er eitthvað sem við þurftum að gera þetta má bara ekki vera svona Þegar segir almenn líðan breytist ekki neitt er þá að tala slenið já, þá svona eins og menn eru farnir að kalla í dag þessi heila þoka bara kraftleysi bara almennt Hvað með þunglindi, andan? Já, það var alveg svona sko mjög fljótt einhvern veginn þegar þetta er búið að vera svona í nokkra mánuði og maður er svona einhvern veginn að reyna að vera í vinnunni og reyna að sinna sínu þá svona mjög fljótlega kannski kvíði fyrst það var svona bara þetta svona að fara í vinnuna og standa fyrir framan aðra og eiga að standa sko vaktina með sjálfum sér og ég var einhver sérfræðingur í sjúkraþjálfun skilur og eitthvað svona með alls konar gráður og dót og er að óma og gera alls konar kunstir sko þannig að ég á bara að standa fyrir mínu séð. Þú vinnur við að hjálpa öðrum og segja öðrum hvernig þeir eru að lifa lífinu en þarna verður svo mikil óvissa í þínu eigin lífi þú veist kannski ekkert hvað morgundagurinn mun færa þér. Ekki neitt og bara stundum var ég að boða fólk að því ég gat bara ekkert meir og töluvert oft til dæmis á þessum tíma það var ekki nóg ég þurfti að afboða heldur sko veistu ég treysti mér ekki til að keyra heim Nei. Þannig að ég bara lagðist á bekkin eins og ég veit ekki hvað og þurfti að vera þar kannski hálftíma 40 mínútur bíða bara þessu trúi ég bara mjög vel mörg okkar sem höfum lent í miklu minni raunum leggjumst flöt sko já. Þannig að og svo bara eins og stundum að keyra heim sko ég oft hugsaði mann tíma því að það er nú svona alls konar lyf sem að mann hefur verið búðinn og svona einhver þríhyrningslyf og eitthvað svona ég sko bara ég hef aldrei auðvitað er ég ekki mikill drykkjumaður eða lyfjatökumaður en ég get bara ímynda mér hvernig svona fólki hlýtur að líða þegar það er tekin svona af í stjórnin í gegnum til dæmis bara lyf eða áfengi og svona en ég var bara hættulegur umferðinni ég var bara að tala við sjálfa mig á leiðinni heim þegar ég var að skipta akreinar nú ertu stopp, mun að fara af stað bara af því annars bara hvarf ég upp í eitthvað
Þetta óargar dýr sem heilin á þér hefur verið, bara þú ert bara búin að vera eldsnöggur að taka erfiðar ákvarðanir allt þitt líf og fimur og flottur, að það bara eins og allt sé í slow-mo eða hvað. Algjörlega. Mér leið svona svolítið eins og mér leið svona, fyrst var maður náttúrulega svona að reyna að vera og þykjast auðvitað og allt þetta. Og líka bara því að maður, og þannig að maður bara alinu upp að þannig átt að koma fram. Að þú sýnir ekki á þér einhverja hliðar sem að bara, þú þarft ekki að vera að sýna það, þú getur átt bara við þetta heima hjá þér og eitthvað svona. En sko, þegar maður er komið niður í sko 30% sjálfum sér, eða 20% sjálfum sér, þá er ekkert hvað á maður að sýna. Nei, mitt. Það eina sem eftir er get hann einhvern veginn til þess að drattast fara kannski úr stól í stól eða leggja sig smá og standa upp og eitthvað, labba kannski upp á efri hæðina 2 ferðir eða eitthvað. Kannski ósvífun spurning, en af því að hreistin hefur alltaf verið þitt fortið þarna, upplifðirðu einhverja skömm yfir því að þú værir að missa heilsuna? Hvað heldur þið maður? Er það? Já, og svo bara kemur þetta þannig til maður? Já. Og mér fannst til dæmis bara mjög merkilegt og þú ekki myndi óska þess að nokkur einasti maður lendi í einhverju svona og finni hvernig hlutir eins og til dæmis bara kvíði og þunglindi eru hreint og beint ekkert annað heldur en bara einkenni, vegna þess að þetta eru bara tól sem að líka minn grípur til, sem er bara mjög eðlilegt. Ég meina tölvaðin ef eitthvað kemur fyrir, hún setur þig á svo kallar safe mode. Af því að það er eitthvað það kemur vírus eða þú veist, þú ert að missa orkuna eitthvað. Ef þú hlýðir ekki, þá setur hún þig í sleep mode. Þú ræður engu, þú bara pikkar og svo ert allt í einu bara hún slekkur á sér af því að þú varst ekki að lesa það sem að koma á skjáin. Hún sagði þér hvað var að fara að gerast. Ég get þetta ekki, ég þarf að setja allt mitt í hérna, það er verið að ráðast á því með einhverjum vírusum, ég þarf að loka, ég þarf að gera alls konar. Og þú veist, þannig bara gerist þetta. Þetta er öflug samlíking, einmitt, akkurat. Þannig að það var svona, og mjög merkilegt að sjá líka þetta að sko, að kvíðin kemur svona fyrst að því þú voru svo óörgur og bara, af hverju er ég eiginlega að fara og af hverju er ég að fara að gera þetta og ég á ekkert að vera að fara í vinnu og sko, þetta er ekki ég og hvernig á ég að vera fyrir framan annað fólk og eitthvað svona þegar ég bara stundum allega að tala, sko. Varstu líka svolítið á gamla skólan og svona karlmaður harður af þér? Ég meina auðvitað, er það ekki bara, ég held og áttir þið ekki eins og á því, sko. Ekki fyrir en kannski lengur seinna og nú er þetta búið að vera sko 5 ár og ég hugsa að sé ekki ennum í mestalagi ár eða kannski jafnvel bara eins og á þessum tíma þar sem að þú getur hort tilbaka og verið einhvern veginn að sjá þetta í einhverslega samhengi sem þetta er og þetta var. Og finna síðan að sko að kvíðin verður alltaf meiri og leið og kvíðin er búin að hringja alla vini sína, ég meina þá er hann bara þunglindi, það er náttúrulega ekkert annað en það. Nei. Og sem endar svo náttúrulega bara þú bara dregur inn í skil og bara einhvern veginn eins og tölvan, sko. Talar við konuðinni, sagður konuðinni allt á letta eða hélstu einhver eftir bara fyrir sjálfaði? Nei, ég hugsa, ég hef nú bara gert það, við erum bara það tengt og góðir sko félagar, sjúkraþjálfarar bæði og svona, þannig að Hugsaður einhvern tímann að ferillinn sem sjúkraþjálfara þú kynna komast í hættu? Já, algjörlega og ég var til dæmis á þessum tíma nýkominn á stað með nýtt fyrirtæki, gekkur svo vel 20 manns að vinna hjá okkur allavega og svona, gekk bara flott og það er búið að taka mig þennan tíma að ég sérstaklega seldi minn hlut núna bara fyrir jólin af því að það var svona, nei, þú ert ekki að fara að gera það. Nei. Það var náttúrulega sko lúksusinn fyrst var að vera eigandi og geta þá samið við hina eigandunar að, þú veist, ég geti þá dreigið mig tilbaka og ég var komin í 50% vinnu og svo 40, svo 30 og svo áramótin þar síðustu þá sagði ég bara svona, veist, nú bara tekið mér ár. Það er bara, það þýðir ekkert sko og fyrir utan ef þú ert búin að vera komaður í einhverja stöðu í lífinu sérfræðingur í þínu fæi og svona og þú kemur ekki vinnuna 2 sinnum í viku í klukkutíma
og átt að gefa eitthvað að þér sem að þú finnur svo líka bara að þú getur ekkert gefa þetta að þér. Þetta alveg þannig, þetta í þér og ég veit alveg hvað ég á að segja og allt þetta, það vandar ekki. En sko framkvæmdavaldið sem að eins og í þessu öllu það það einhvern veginn sem að skemmist mest. Ég get alveg hugsað og ég get alveg, heilinn veit alveg sínu viti og svona. En sko að koma því síðan af stað eða lengra, það og það eins og þetta til dæmis bara að vakna á morgnana svoleiðis. Að maður vaknar á morgnana, ég fer fram og býti kaffi handa mér og konu minni og fær henni kaffi og tek eina svona töflu fyrir ADD og svo líða svona kannski 2 tímar og þetta og mér sé enn þann dag í dag þetta svona eina hjálpin sem ég hef fengið við að svona þetta lyf einhvern veginn svona, það svona hýpar mig svona hægt og rólega aðeins upp úr þokunni. Þannig að miðað við þegar ég vakna og að fara af stað og ég að tala við, eða þar sé ég á að vera að tala við Sollu, að það alveg svona, ég algjörlega vakandi í höfðinu og mér langar að segja rosa margt, en ég segi bara ekki neitt. Ég bara segi ekki neitt. Þetta bara, þú veist, ég finn það bara. Ég hef ekkert að segja, get ekki sagt það. Í hugsaninn, það kom ekki saman. Framkvæmdin í að koma sér út, hún ekki þarna. Er hver dagur enn þann dag í dag sem sagt, þannig hólfaður niður að það eru sumir hlutar hans sem að þér gengur betur að tjá þig og vera funksjónal heldur en aðri hlutar? Það alveg klálega. Dagarnir það ekki mikill munur á dögunum. Það bara svona í fyrsta lagi að sko að reyna bara að vera í takti við hina líka. Það fari ekki svona úr takti þannig að sko ég gæti bara sofið allan daginn. Já. Það bara ekki mál. Ég þarf að segja, þetta eiginlega ekki svefn, þetta meira svona einhvern lag storm. Kannski svolítið eins og nætunar verða oft líka. Þetta ekki góður svefn en þetta bara svona eins og þegar þú ert veikur, þegar þú ert með flensu, hitinn fer upp í kannski svona 39 eitthvað svona, þá gerist þetta, sama eins og í tölvunni. Þá ferðu í svona viðgerðarham einhvern og þú svona drattast og leggst smá hér og svo smá þarna og drattast upp á næsta stað að tóður hvort þú hafir orku í eitthvað. Ég til dæmis hef alltaf spilað á gítar og eitthvað svona og ég man að einhvern tímann hugsaði ég svona, já, ég hef það þó allavega. En það eru heilu dagarnir sem ég stend bara fyrir framann hljóðfærið og ekkert gerist. Ekki baun. Ég á engan séns á að spila. Ég finn í bílskúr af því ég aðeins prófað að byrja að mála. Það eitthvað svona sem var mjög merkilegt. Einhvern veginn svona litirnir og svona, þó ég kunni ekkert að mála. En að vera að vinna svona með liti og bara fá eitthvað svona, eitthvað að gera. Það var líka, en það kemur líka jafn oft fyrir, sko. Ég labba niður og ég stend þarna bara. Og svo bara labba ég upp aftur. Það bara, þú verður að hafa, það eitthvað sem við þurfum öll að hafa ef þú ætlar að skapa eða gera. Ef þú ætlar að skrifa setningar. Ef þú ætlar að mála einhvern nokkuð strik. Það bara einhvern veginn þannig. Og nú segi ég það bara því að nú ég gangi gegnum þetta sem örugglega bara mjög margir þekkja. En kannski ekki endilega allir sem eru með sko með allar 5 kveiktar að það bara mjög skrítið að heldur ég get ekki bara sett nokkuð strik á blað. Ég meina, heldur þú getur ekki sest niður með gítarinn og spila 3 grip. Eða bara eitthvað svona. Það bara mjög merkilegt að þú þarft eitthvað eggs í það. Ég á sjálfur vin Gunnar sem illa haldinn á long COVID. Hann hefur sagt mér það í hreinskilni að hann hafi margoft íhugað að svipta sér lífi. Þetta sé bara of erfitt. Já. Hefur það hvarflað þér? Já. Algjörlega. Ég hef oft verið spurður að þessu. Sérstaklega eftir sko á svona góðu dögunum að ég tek einhverja 30 milligramma töflu af einhverju ADD svona lyfi
Í hádeginu þá tek ég yfirleitt aðra með hádegismatnum bara svo að því annars verður dagurinn svo stuttur einhvern veginn í annan endan og það einhvern veginn sko oft þá frá kannski svona alveg 1, 2 eitthvað svona til svona framundir svona alveg vel meðjan dag að þá einhvern veginn eins og þessu takist að koma með einhvern veginn svona upp úr og það oft á þessum tíma sem að ég get kannski spila smá eða labba niður og mála smá fer út að labba ég fer alltaf út að labba, ég bara neyði mig til að fara út að labba alveg saman hvað það bara svona einhver rútína ég get ekki sagt að það kostar bara mikla orku paldið því fyrir hérna spriklaran mig að bara tala sjálfa mig inn á það að nú ætlar þú út og labba í skóna eitthvað svona ég oft bara farið kannski í skóna svo bara svona nei tíkvis og bara í skóna í úlpuna og passa sig einhvern veginn að þetta sé í sko svona einu hérna þetta flæði einu svona einhverju að bara go og svo flæðir þetta bara og út og reyndu og hugsa ekkert á meðan og bara út með af því svo þegar maður komin út og lappar þá það náttúrulega bara það besta sem gerðist sko. Þú ert að segja það fyrir rosalega aga. Já og bara þennan sko kraft sem þú ert að berjast við alla aðra og þú átt ekki nema pínlítið á honum að það bara þetta sko á ég að fara á fætur af hverju, hvernig hvað á ég að gera svo og til hvers og bara eins og þetta til hvers á fætur einhvern tímann í kasti á góðum degi ef ég hef gert það tvisvar þá hef ég sett einhvern svona smá status á Facebook bara aðeins þetta og ég man bara í fyrra skipti það var bara svona já það vakti bara svona undarlega mikla athygli fannst mér að þetta var nú meira bara svona eins og akkur setur þetta ekki bara aðeins á Facebook og svona, þá veit allavega fólk hvar þú ert og ég var alltaf eitthvað svona eins og því komi það eitthvað við, skilur, ég menn þú veist hvað kemur því við að mér líður svona þetta bara ég og ég get bara verið þeim með mér og allt í góðu en það var bara ótrúlegt og það skrifaði mér sko fullt af fólki tilbaka mjög margir bara þakka fyrir og segja sögur tilbaka af hinum og þessum eða sér eða einhverjum svo tók ég það saman það voru 10 sem skrifuðu mér andlát svona einhverja sem hefðu gefist upp og tekið sitt eigið líf 10 manns sem þekktu annarkvort í sinni eigin fjölskyldu eða svona nánum vinahóp eða einhverjum og ég einhvern veginn bara í fyrsta lagi það kom mér óvart að einhverju væri tilbúin til þess að segja svona ég man svo kom bara óvart líka 10 þetta er ekki eins og ég meina faraldurinn ekki eins og sko, ég held að áhrif faraldurinn séu bara svona rétt að byrja sko og þannig að ég einhvern veginn bara svona ákvað að þögn væri kannski ekki endilega leiðin og ég man bara af því ég vann eins og útvarpinu og þau voru búin að hafa samband við mér nokkur sinnum og mér fannst það bara einhvern veginn ekki viðhæfi að vera eitthvað akkurat einhver veikur sveppur út í bæ að vera eitthvað að segja frá því ég meina voru gellir í þessu hvað sem manni fannst það einhvern veginn á þessum tíma samfélagið fór á hvolf þríeykið, þetta kostaði milljarða og við reistum alls konar veggi og eitthvað svona en svo fyrir okkur sem eftirsitjum sem miðað við rannsóknir eru kannski 1% af þjóðinni það eru 3-4 manns sem einhvern veginn liggjum þarna og réttum upp hendi en allir labba bara í burtu það er eiginlega bara það skrýtnasta sem ég upplifað í þessu Hvað áttu við með allir labba í burtu? Meðað við sko allt sem sett var í forvarnirnar og allt sem var gert og bein útsending og bara það var hvergi sparað krónu í að reisa múra þegar að vírusin kemur fljúandi inn yfir landið og hann ræðist á okkur Robert og svo bara
snýr hann við, ég myndi að þetta væri bara herrflugvélar eða eitthvað í heimstyrjöldinni eða eitthvað og flugvélarnar snúa við en við gerum ekki neitt. Það reisir engin húsin, það hjálpar engin nágranna sínum, það er engin að leita í rústunum. Það er ennþá 3-4.000 manns sem hafa fengið engar upplýsingar, þeir geta í engan hringt. Hugsaðu, það er ekki hálfur hjúkrunarfræðingur eða neitt sem þú getur hringt í. Það veit engin neitt í allan þennan tíma. Landlæknir hefur ekki gefið út eina tilkynningu. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki, ég bara segja að mér við það sem var eitt í þetta, af því að hann er að koma, Ljón er að koma, en það sem Ljóni gerði, það skiptir engu. Það er bara 0. Er það að segja mér, Gunnar, að heilbrigðiskerfið hafi ekki að neinu leyti gripið mann eins og þig? Engu. Eftir þínu reynslu? Ef ég væri ekki ég og træði mér þar sem ég treð mér af því að ég þekki mannið annan þá var ég örugglega einn af þessum sem verður búin að gefast upp. Það er nefnilega það. Já. Hugsaðu þetta sé svona 3-4.000 manns og bara og nú skal ég bara segja ég veist að ég er svo viss um það að það hafa einhverju gefist upp af því að það versta í öllu svona er að vita ekki. Af hverju er ég hérna full frískur kallmaður sem get þetta og get hitt með mitt stolt og fullur af einhverjum testosteronhormónum sem náttúrulega þýðir það því miður að við erum kannski ekki svona duglegir í langklaupum að kallmenn gefast kannski frekar upp af því að þetta er okkar eðli og það versta er að vita ekki. Það sést ekkert á þér. Hvað heldur að margir hafi ekki klappað mér á öxlina og sagt bara, er þetta ekki alveg að koma? Því að verður ekki að fara að vinna. Djöfull lítur vel út. Þetta finnst mér alveg stórmerkilegt. Því þú lítur vel út, þú ert ekki haltur, þú ert ekki hjólastól, það er ekkert að þér utan á líkandi, skilur, sem segir að það sé eitthvað að þér. En bara, ég hef bara aldrei upplifað annað eins að bara væri hægt að taka starfsemina frá manni svona og þetta er svo ósýnilegt og það að vera að reyna að útskýra fyrir fólki hvað þetta er. Jú, þetta er að koma. Þú veist, fólk er alltaf að kaupa þetta einhvern veginn svona meir og meir. Ég fæ fólk heim til mín bara að beiðni foreldra og eitthvað svona bara til að tala við krakkana eða eitthvað svona sem er að gefast upp. Ég var að fara að spyrja þig, Gunnar, hvort þið mynduð hittast reglulega, hvort hið opinbera heilbrigðiskerfið væri að stefna ykkur saman sem deildu þessari reynslu í jafningjastuðning og allt það. En það er sem sagt, og ég tel mig sæmilega upplýst en ég vinn við fréttir og viðburði, ég er blaðamaður, en mér óraði ekki fyrir þetta væri eins og þú ert að segja að þið séu bara algjörlega út af kortinu. Og ég myndi að það er svo af því að ég hef nú verið í mörgum hópum og alls konar og dregið marga hópa og ég held ég gerir mér alveg ágætlega grein fyrir hvernig svona dót myndi virka. Þetta er náttúrulega einhver lélegasti þrýsti hópur sem til er. Þetta er orkulausasti hópur sem til er. Þetta fólk mjög oft bara fer ekki út úr húsi. Stundum eru dagarnir bara þannig út heppin og þú getur hort á einn þátt í sjónvarpinu, skilur. Annars ertu bara svona einhvern veginn mók hér bara einhver staðar inn í íbúð eða eitthvað. Sumir bara sofa saman alveg heilu vikurnar eða mánuðina. Aðrir drífa sig á fætur og reyna að hafa eitthvað skipulag á deginum. Þó að það séu oftar ég meina, maður 100 sinnum erfiðara heldur en bara að gera ekki neitt. Það er miklu léttara að bara láta bara undan og liggja bara. Þannig að sá sem að fer sjálfur bara út í matvörubúð, hann er kannski stærsta hetja dagsins. Já, og líka vegna og líka vegna þess að við vitum það núna og ég fylgist mjög vel einmitt með því sem er að gerast í rannsóknarheiminum og það er kannski það jákvæða í dag er að það er mjög mikið á rannsóknum, það er mjög mikið að gerast. Þessi faraldur, það góða við þennan faraldur var það að hann ýtti af stað hlutum sem hefði átt að vera farnir af stað fyrir löngu. Hann ýtti af stað spekuleringum Akureyrarveikina. Hann ýtti af stað spekuleringum í hvernig spænska veikin eða fuglaflensan og allt þetta tengist. Þetta er allt saman veirur og vírusfaraldrar sem tengjast á einn eða annan hátt. Þeir koma, þeir fara, þeir skilja ákveðið eftir og við erum í fyrsta skipti núna
að raða þessu legói saman. Nú til dæmis að koma út bók Akureyrarveikina sem að tengja ekki bara Akureyrarveikina heldur þetta sem í dag í gangi og svona. En af því að þetta gerðist svona stórt og svona út allan heim og nú talið að sé 40-50 milljónir manna sem eru með post-COVID vandamál einu eða öðru leyti og náttúrulega misjafnlega alvarlegt og svona. Þannig að þetta risastórt og það kannski það góða við þetta í þessu vonda að þetta hefur þó allavega ítt einhverju á stað. Þannig að ég bara og ég einhvern veginn bara trúið í komandi úr vísinda opnum þá bara trúi ég að þetta sé hægt. Það bara engin spurning. En að þetta sé svona eins og þetta hefur verið að það sé ekki einu sinni gefið út og fólki sé ekki bara gefin von. Það ekki eins og þú þurfir að segja mikið. Yfirvöld til ekki að segja mikið til þess að einhver myndi til dæmis bara að segja, veist það, nei, ég ætla að hanga áfram. Ég ætla að vera til lengur. Af því að ég heyrir að það eitthvað að gerast. Í staðinn fyrir að þú heyrir ekkert frá engum, þú getur ekki hringt í neinn. Eitthvað sem þið sem hópur eigið sameiginlegt? Hafa vísindamenn komist að einhverju, til dæmis hvað var þar lyf, ekki lyf, eitthvað sem getur? Já, það búið að skoða heilmikið og við vitum í dag miklu meira og sérstaklega þegar við erum að tengja þetta allt saman, alla þess að faraldra og þú veist hvernig þetta lýsti sér og hver voru einkennin og svona. En svo eru náttúrulega bara veirur svona ólíkjenda tól sem eru snöggar að breyta sér og þær eru bara klárar. Það bara þannig, þær fara heim og vinna vinnuna sína og koma svo bara aftur. Og ráðast á okkur bara með nýjum spjótum. En það algjörlega, það heilmikið. Við vitum núna, við vitum svolítið hvað að gerast, við vitum að hún kemur inn í eins og það sem við kallum mitokondríur í vöðvunum, eða þar sem eru orkustöðvar vöðvana og leggja þar undir sig og svo í rauninni getur hún þá svolítið unni það, þannig að hún þá svolítið komin svona með sitt og svo það kannski bara eftir því hvað hún nær að taka yfir sig mikinn fjölda slíkra orkustöðva í hverjum vöðva eftir því bara hvað þú fær mikil einkenni eða hvernig einkenni og svona. Önnur ráðgáta sem að mér finnst mjög gáfuleg sem kemur frá Skandinavíu frá honum Jónasi sem kom hérna og hélt nú síðast á læknadögum svona var með svona fund hérna hjá læknum og fleirum sem að mér finnst mjög gáfuleg og passar svolítið við eins og mörg af þessum einkennum sem að ég hef heyrt á og með sjálfur. Það að þegar þú átt svona lítið af orku í vöðvanum og svo heldur áfram þá framleiðir allt of mikið af mjólkursýru. Mjólkursýran umvefur síðan vöðvana og meiri segja fer víðar og trublar eins og starfsemi líka meltinga færa kerfa og svona, það mjög algengt að það sé í þessu sama. Og svo hafa menn mælt mjólkursýru í heila og mænuvökva sem bara algjörlega bannað. Heila og mænuvökvi verndaður með 3 mjög öflugum himnum. Þannig að það ekki nema bara sér útbúin lyf til dæmis og þú þarft að sér útbúa þau ef þú ætlar þeim að geta farið allarleið þarna til þess að hafa áhrif alveg einst. Þannig að þetta eins og að fara í gegnum þrefald af vopnaleit á flugvöllunum sem verður alltaf erfiðari og erfiðari, þannig að bara gangið vel að reyna að smygla einhverju sem þú ætlar að reyna að koma borð. Þannig að hlutir eiga ekki að fara þannig, það ekki tækt enda umvefur þetta náttúrulega bara heilan og svona. En þegar að mjólkursýra farin að mælast þarna þá ræsir hún náttúrulega bara upp ónæmiskerfið á fullu og þarna náttúrulega bara mjög öflugt kerfi sem að ræðist síðan á það og það þýðir að það hækkar þrýstingurinn í heila á mænuvökva og þrýstingurinn á heilanum finnst það ekki tvindið. Þetta mjög viðkvæmt hljóðfæri sem þarna býr og þá kemur oft bara svona það þarf eins og hjá tölvunni nú þarf ég að fara í einhvern nam ég get ekki, þetta gengur ekki þannig að nú þarf ég bara að loka 8 leikskólum og það kannski þeir sem eru hérna næst yfirborðinu og næst yfirborðinu stjórnunin til dæmis á öllu sem varðar
vöðva og svona, eins og við göllum svona mótorkontról, þannig að það hendur, fætur og allt þetta. Og guess what, þetta eru staðstu einkennin sem urðu eins og í Akureyrarveikinni, að fólk til dæmis þeir sem að ennþá lifa voru flestir með svona einkenni sem að þeir lömuðust öðrum eigin og eitthvað svona. Ég sjálfur með þannig einkenni að ég með það allir engir reflexarvirkir í hægri hliðinni. Það eru svona skilaboða, þannig ég þarf alltaf að halda mér í þegar ég labba niður stiga, af því að hægri fóturinn bara, það eins og hann fái bara ekki, ég þarf að segja hann fær, það bara of seint. Ég stíg í fótinn og svo kemur skilaboði. Þannig að það mjög vond að skrítið að stígja, hann bara svona titrar í smástund og svo grípur hann inn. Og það sama eins og sko með hendina að hérna eins og sko þetta svona, þú myndir kannski ekki alveg segja að þetta væri slök hendi hérna. Nei. Þetta eru bara, vöðvarnir eru bara næstu því fastir í svona síspennu allan daginn. Þeir eru að fá skilaboð, svo fá þeir skilaboðin þá að fara tilbaka eða blóðið á að fara tilbaka og eitthvað svona, en það gerist bara seint. Þetta synkar ekki saman. Þannig að ef ég hvolfi hendinni og byrja að vinna svona tölvu og eftir svona 20 sekundur eða 30 þá þetta orðið svona, þá blæs þetta bara svona upp og verður orðið óhugnalega vond og allt of mikill þrýstingur og þá þarf ég bara að bíða og setja hendinni upp í loft, þrýsta og bara lofa þessu bara aðeins að líða úr. Þannig að þú veist, svona þetta bara allan daginn. Og þitt líf sem hefur tekið þessum stakkaskiptum, heilsuðinni rakað meir en orðná yfir, þú ert ekki í reglulegu tékki hjá íslenska heilbrigðiskerfinu sem að fylgjast með þér framgangi. Nei. Og enginn hefur nokksinni boðið þér það? Sko, núna eftir að sko áhuga maður um þessi mál, hann Friðbjörn sem krabbameinslæknir á Akureyri. Ég veit eiginlega ekki hvar við værum ef það væri ekki bara fyrir sko hans tilstuðlan og því fólki sem hann hefur safnað í kringu sig og nú eru komnir svona nokkrir sem eru alveg farnir að komast eða komnir inn í þetta heila og taugalæknir allavega sem ég hef farið til og nokkrir viðbót. Í hverju felst vinna Friðbjörns og félaga? Sko, í rauninni kemur honum þetta ekki við. Hann krabbameinslæknir á Akureyri, þannig að hann á svo sem bara vera að sinna allt öðrum störfum. En hann einhvern veginn kemur þessu bara í gegna þegar hann sér að það eru svo miklar líkur með mörgu af því sem hann að gera og þau lyf sem hann að fást við í sínum krabbameins heimi og til dæmis eins og þetta ME sem að flestir sem eru með long COVID í dag eru fá í rauninni þessa greiningu sko ME sem er þá svona vöðva, heila og mænu bólga í rauninni, heitir þetta. Þetta heitir svona næstu því það sama og MS sem er líka þekkt og þetta hagar sér og eiginlega bara það sama og MS nema að próteini sem sest á taugarnar og það étur upp taugaslýrin í MS en í þessu virðist ekki éta þetta upp heldur sesta á, þannig að það eru þarna próteini eða einhver fita sem að einhver hluta verður til þess að það verður svona skamhlaup í báðliðinni að það er einhvern veginn bara, já og skilabóðin bara komast ekki alveg til skila eða þú veist, þau ruglast eitthvað á leiðinni eða úrvinnslan verður ekki alveg eins og hún á að vera allavega, hún verður skökk og skrítin og svo erum við náttúrulega bara svo misjöfn að það er bara fólk fær svo endalist alls konar sko einkenni. Þannig að við vitum allavega þetta og við vitum að og eins og Jónas og þeir segja að líkurnar á sko eins og heila þó kannski tengt þessum aukna þrýsting sem verður í heila mænuvökva í dag finnst þeim vera bara teóría nummer 1 og spurningin er þá bara hvernig við getum síðan komið í veg fyrir það. Já. Þannig að en sko hitt hangir þá bæði þetta á þessu og svo verður einhver svona bólgubreytingar í sko slíðrónum á leiðinni líka. Það er að segja vírunum, rafmagnsvírunum á leiðinni í ljósið. Þar er líka, þar verður einhver útsláttur eða eitthvað skilur sem verður til þess að þú virkar ekki eins og þú átt að virka.
Sko, ég alltaf að hitta fólk sem með mjög mikla samsæriskenningar COVID og hérna bólusetningarnar og allt þetta, við köllum það samsæriskenningar, það ekkert víst að séu samsæriskenningar, en hérna þetta mikið umræðefni. Á sama tíma og það alls konar svona loftkendir hlutir í gangi, þá ert þú að segja mér að þeir séu 3000 manna hópur með mjög litla getu til þess að þrýsta ykkur áfram lélegasti þrýsti hópur landsins eins og þú sagðir vegna þess að þið látið lítið fyrir ykkur fara eðlilega, sjúkdómurinn þannig að hérna þið látið lítið fyrir ykkur fara. Hvað gæti viðtal eins og þetta gæti mögulega breytt einhverju, dettur manni í hug, en hvað það annað sem að þarf að breytast í mig grunar að það svona hafi svolítið sérkennilega áhrif á þig að þú sért að heyra alls konar teóríur það sem að gæti verið þarna þegar það liggur bara á borðinu að við erum með 3000 tilfelli eins og þitt og við erum ekki að meðhandla þau. Sko þetta allavega, sko þannig komið fyrsta skrefið sem náttúrulega bara frábært að það þó allavega komið þessi Akureyrarklíník upp hana á sjúkrahúsinu á Akureyri í kringum Friðbjörn og hans fólk. En það helgast kannski svolítið líka af Akureyrarveikinni og þarna þetta sett kannski líka svolítið að því að þarna stingur Akureyrarveikin sér allavega svona það sem við þekkjum í dag kannski mest niður. Og við erum að sjá að það mjög margt líkt með þessum veiru árásum einkennum og svona, þannig að við erum svona að byrja að læra að því en þú veist, þetta svona ég veit ekki hvað ég á að segja, 100. En þetta þó allavega komið á stað, þetta á Akureyri megnið af fólkinu í Reykjavík eins og bara gefur augaleið, þetta borgin okkar hér búa flestir Hefur þú til dæmis, ef ég má spyrja, hefur þú reynt að ná tali af heilbrigðisráðherra eða landlækni? Já. Hvernig hefur það gengið? Ekki neitt. Hafa það ekki talað við þig? Nei. Ég hef skrifað og ég hef talað þetta við aðra og hérna, það það hefur ekkert svo sem skila neinum. En eins og ég segi, bara það komin nýja yfirvöld bara, held ég, allstaðar, það ekki, í dag. Jú. Þannig að vonandi getur það. Allt saman konur, það ekki? Jú, vonandi gerir það eitthvað og nýr heilbrigðisráðherra stóð nú þarna í stafni. Já. Og hérna, þannig að það ekki eins og, hún þekki það ekki. Nei, hún ætti að þekki þetta En ég veit ekki svo sem hvað þarf til þess að fólk með þessa reynslu og þekkingu fáist til þess að snúa höfðinu bara. Ég get ekki, þetta svo sem ekki mikið meir en það. Þú horfir á holskefluna að koma yfir þig og þú stendur í brúnni og hái veggurinn reistur og þetta kemur og gengur yfir okkur og svo snýrðu við og sér það töluvert mannfall en það bara, ég veit ekki, hvað gerist? Menn labba bara svo niður aftur og fara bara í skútuna sína einhvern veginn og þetta mannfall verður bara að vera þarna. Ég sagði þér áðan að ef vel ætti að vera þá hefði ég talið að hérna hið opinbera væri með jafningastuðning, bara grúppur, að það ykkur gefist kostur á að hittast, ykkur sem eru með long COVID. En hafið þið sjálf, eru einhver grasrótarsamtök ykkar, ert að hitta aðra sem eru í svipuðum spórum, sjálfshjálparsamtök? Ég geri alltaf svolítið af þessu, því ég bara einhvern veginn þannig. Það svona, þó svo að sitja manni fíll, þá einhvern veginn, þá deyr einhvern veginn ekki í grunnurinn og búin að prófa ansi margt, eins og núna síðast að fara í þessa þrýstiklefa í Landspítalanum og svona, sem verið svona bara sjá hvort að það geti gert eitthvað. Þar kynnist maður fólki. Alltaf ekki mest á Facebook. Ég held sveið mér það að fólk fara ekki mjög mikið. Mjög margir eiga erfitt bara með að fara, eins og ég hef ekki farið í bíó í 5 ár eða á pubin eða eitthvað svona, af því að maður bara getur það ekki, Þú getur ekki háa það og maður fer bara einhvern veginn allt í, það bara úrvinnslan einhvern veginn nær því ekki, Þetta svona,
Þetta eiginlega bestu staðirnir sem maður kemst á og það svona mjög vel hljóð út spekuleraðir staðir og maður að tala við einn. Það ágætt. Í x langan tíma séð, af því að svo eftir það yfirleitt, af því að svo finnst manni að það hljóti að vera þetta líkamlega sem að tekur mest úr þér, sem náttúrulega bara algjör vitleysa. Það mjög merkilegt að átta sig á því að það heilinn borðar miklu meiri orku heldur en nokkuð tíma vöðanir. Þannig að ég get miklu frekar gert hálfa armbeygju heldur en bara ef ég á í til dæmis bara erfiðum einhverjum tala við einhvern sem bara erfiður þó þess ekki í 5 mínútur. Þá bara dagurinn farin. Þá bara þarf ég að leggjast upp í rúm og ég bara búin á því. Það ótrúlega skrítið átt að segja hvað þetta tekur rosalega mikla orku. Fólki finnst ofta að það þurfa að vera eitthvað svona hamast og svitna og eitthvað svona og það sé orkusugan. En það það ekki. Það er bara þetta daglega. Það er hávaðinn í kringum okkur, hljóðvist sem oft bara mjög léleg og bara alls konar, samskiptinn og svona sem bara drenar mann alveg á fullu. Og svo það sem svolítið sérstakt við þetta miðað við áður, að því maður bara vanur að æfa sig og ég man ekki, oft fór ég náttúrulega bara í eitthvað alveg þannig maður var svo miklu meira en búinn að labba með hjólið upp á topp á einhverju fjalli og niður og eitthvað svona og maður bara hvíldi sig í smá stund og svo bara fekk maður einhverja strengi kannski eða eitthvað og svo var það bara búið og yfirleitt þá var þetta til þess að það svona hormóna innspýtingin var bara svo góð á móti En í dag þetta þannig að þú gerir eitthvað og ef þú ferð yfir þig að þá kemur svarið svo skrítið. Það kemur kannski daginn eftir eða daginn þar á eftir sem bara svona algjört dren. Þú bara, það svona eins og örmagnist bara. Þú ekki þreyttur í vöðvunum. Þú bara þannig að þú bara eiginlega getur ekki lyft hendinni. Hún verður svona eins og hún sé 100 kíló. Og það bara að fara fram úr rúminu væri bara svona eins og, ég hlýt að þurfa að fá krók og bara einhver hjálpi mér upp. Og bara allt. Og bara, þú bara svona eins og þú sért komið með, öll einkennin þegar þú varst með COVID, í botni. Aftur. Þannig kemur, þessi skratti, þess að þetta svo lúmst og fólk þarf svolítið átt að segja þessu að þetta svo langt frá því að vera eitthvað svona eftir þig eins og maður þekkir heldur kemur þetta löngu seinna á allt annan hátt. Ég held ég geri mér nú orðið grein fyrir því að þú ert bara búin að hlaupa hérna marathon með því að tala við mig í þessu erfiða viðtali sem þetta hlýtur að vera fyrir þig en geturðu sagt okkur að svona lokum elurðu draum í brjósti að komi fram við myndum gjarnan vilja skilningurinn kemi fram og viðurkenningin en svo getum við líka rætt drauma lyf eitthvað svoleiðis hvar hugurðinn núna? Ekki endilega lyf, maður sér oft svona og fólk hengir sig kannski svolítið mikið í lyf en þau oft nauðsynleg til þess að koma og ég man bara eins og þegar maður var orðin sem vonlausastur og bara það má kalla það kvíði og þunglindi og bara hvað sem að þá sem betur fer eru þá til allavega einhver lyf sem og ég man bara ég fór á alveg bara helling af því í einhverja mánuði og ég man bara það var svona bara það var eiginlega bara svona takk að það var þá allavega eins og manni væri þá allavega lyft upp úr þessari dýfstu rottuhólu og öllum þessum göngum sem voru engin leið út úr og maður gat allavega séð yfirborðið annars lagið maður var ofsalega flatur mér finnst þetta var ekki svona mjög heillandi að með að við náttúrulega bara ég þekki svo miklar sveiflur í lífinu og mér hefur aldrei fundist þær vondar hvort sem það hefur farið upp eða niður og ég ekki með neitt of í því heldur bara venjulega góða athafnasemi þannig að maður sér bara hvað það nauðsynlegt að lyf séu til dæmis að hjálpa þér að taka fyrstu skrefin sem oft eru bara vonlaus, það bara þannig
Það, veistu að við erum bara svo viðkvæm blóm, það bara þannig. Mannskepnan heldur oft hún sé einhverju töffarar en bara því miður, við erum sko svo brothætt og það svo auðvelt að sko koma okkur niður úr öllu að það verður eiginlega bara að vera þetta til að hjálpa okkur aðeins svona af stað en eftir það eru það bara við. Lyfin fara ekki lengra með þig heldur en það. Eftir það verður það að vera við, samfélagið, maður á móti manni, það verður að vera spjall, spekulasjónir, þú verður að geta átt í einhverjum samskiptum við fólk, þú verður að geta tjáð þig, þú verður að fá eitthvað tilbaka, þú verður að geta velt fyrir þér hlutum og eitthvað svona, þú veist, lyf ger ekki þetta. Nei. Þetta er bara svona eins og við erum að gera núna, ég meina, þetta er bara nauðsynlegt til þess að. Ef ég get sagt þér eitthvað og þú bara skilur það og hjálpa mig kannski í nokkra vikur eða bara eitthvað það er bara nákvæmlega sem þarf en sko og þess vegna hef ég svolítið verið að opna og segja bara ef einhver segir svona viltu koma í viðtal þetta og þú veist, já, mér langar ekki til viðtal þetta en ef það getur orðið til þess að sko 10 manns í viðbót myndu hlusta eða bara skilja býtu, já, ég þekkti þennan, hann var nú ekki beinlínis, þunglindur eða eitthvað. Í staðin fyrir að margir myndu kannski segja svona, þessi, hann var nú alltaf eitthvað svo skrítin eitthvað, skrítið að hans skrítnar í dag, eða fólk sem fær COVID og áttar sig ekki á því að það kannski 50% virt. COVID dregur það niður í 40%. Ok, það kannski alveg áttar sig ekki á því, en það er með þetta er þarna. Það gerði þetta við þig sem að gerði við aðra. En ef þú ert í 90% og COVID fer með þig í 30%, þá tekur það all verulega eftir því. Ef þú ert mjög aktífur, ef þú ert mjög svona eða eitthvað og svo finnur það bara á eigin skinni, að það er bara næstu því ekkert að þessu er eftir. Og bara gangi í gegnum það. Þú veist þessi, eins og allir sem hafa gengið í gegnum eitthvað. Það er bara þessi hringur. Þú verður reiður, þú verður svona, þú verður hinsegin. Þú grenjar í heilu mánuðina skilur yfir engu og bara alls konar. Þetta er bara, þessi skali þarf bara að fá að koma og það verður einhver að kenna þér þetta, segja þér þetta er bara eðlilegt. Þú ert bara gangið gegnum þetta og þetta getur tekið 2-3 ár. Svo þegar þú ert komin einhvern veginn þanga að þurfa þá að sætta þig við að nú er ég Gunni 2 en ekki 1 og hættu að vera alltaf að bera þig saman við Gunni 1. Já. Þú átt mjög lítið sameiginlegt með honum í dag og það er bara frábært. Hann var hann í 50 og eitthvað ár og það var bara aðeinslegt. Þú ert búin að skoða að toppa á öllum fjöllum og að geggjað, en núna átt að skoða hvað er undir laufblóðum. Mig grunar að Gunni 2, hann búi núna yfir víðsýni og mögulega meira umburðarlendi heldur en Gunni 1, þannig að kemur ekki alltaf eitthvað gott út úr öllu. Það er náttúrulega bara, eins og við sögðum í upphafi líka, ekki óskamaður að neitt lendi í svona, en það er eiginlega mjög, það er mjög auðvelt að þekkja fólk þegar þú fyrir að tala við það sem hefur lendið einhverju. Það er þessi vitleysis sleggjudómar og alls konar svona. Það einhvern veginn bara er komið á einhverja hillu. Af því að þú hefur lendið einhverju, þú hefur séð eitthvað og þá opnast einhvern veginn fyrir þér að þú veist, það er bara allt til í lífinu. Þú neyðist til að þroskast ansi hratt og djúpt. Svolítið, kannski. Og svo er það bara kannski gott. Ég held að það sé ekki slæmt en að þurfa að fara í gegnum það var náttúrulega bara algjört helvíti og ég er ekkert sáttur við að vera Gunni 2. Nei. Og ég er ennþá að leita mér leiða bara til þess að gera, þú veist, fara í einhverja herma í golfi eða bara eitthvað. Já. Af því ég verð að hafa eitthvað. Einmitt. Þannig að ég er bara að leita. En ég er allavega komið þangað. Ég er búin að bara samþykja þetta. Að þú veist, þarna er komið bara einhver nýr sem að ég þarf að smíða upp á nýtt og ég þarf að hlusta. Það er ekki yfir mig. Það er mjög erfitt. Af því, ég meina, hvern langar ekki. Þú þarft eins og vera aðeins að berja á dyrnar og íta á veggina aðeins og sjá svona hvað þú kemst langt. Ég ætla ekki að, og ég myndi aldrei mæla með því við nokkurn einasta mann að þetta heitir aldrei að gefast upp. Þetta heitir bara að taka mið af þeim aðstæðum sem að nú er komnar.
þú veist ekkert hvað aðstæður þetta eru og þú veist ekkert hvernig þú verður á morgun. Þannig ég læt alltaf reyna á þetta. Ég íti alltaf aðeins í. Þá vil ég frekar fá sko einn svona vondan veikindadag eða eitthvað svona en sko tjekk í bóksið. Annars kemst maður ekki neitt. Annars þú verður alltaf aðeins að íta á þig. En íttu bara svolítið gáfulega, íttu eins og sért Gunni 2 en ekki eins og 1 sá hefði kannski ítt svolítið svona vel á veikinn til að reyna að færa aðeins út ramman, lífsramman. Gunnar, mannbætandi, skilningsaukandi og þakkarvert í meira lagi að fá þig hér að rauðaborðinu. Ég þakka þér kærlega fyrir þessa samverustund okkar og á þess að maður ekki til lofa nokkrum kraftaverkum þá liggur alveg fyrir að við hér á samstöðinni munum senda fyrirspurnir til hins opinbera landlæknis og heilbrigðisráðherra vegna þess sem komið hefur fram í þínu máli. En ég óska þér alls hins besta og hérna já, það hefur haft mikil áhrif á mig að heyra þína sögu og takk fyrir að deila henni. Takk fyrir að bjóða mér að rauðaborðinu. Nú, ekki fara langt á heyrendur og áhorfendur góðir. Þátturinn heldur áfram, næsti kafli eftir andartak. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki ríkisstofnana með 90 starfsmenn eða fleiri. Fyrsta sæti Fjölbrautaskóli Suðurnesja. Annað sæti Menntaskólinn í Kópavogi. Þriðja sæti Fjölbrautaskóli Suðurlands. Sameiki stéttarfélag í almannaþjónustu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is